Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Það segir gott í dag. Ég virkilega spenntur í dag út af því að ég að fá hérna til mín hann Hjálmar Gíslason sem nú frumkvöðull og já, með á bakvið sig allmörg fyrirtæki sem hafa náð góðri velgengni og þetta líka maður sem ég hef litið mikið upp til þegar ég hef verið að starfa í þessum geira. Áður en ég kynni hann til leiks að þá vill ég aðeins segja ykkur frá því að nýsköpunarvikan að hefjast núna á morgun og ég kem til með að vera með beinar útsendingar líka við á hverjum degi á þessum tíma þar sem að ég tek viðtöl við fólk sem er með viðburði á nýsköpunarvikunni og tala við skipuleggjendur og fleira slíkt, þannig að þið getur fylgst með því sem í gangi. Ég vil líka minna á að næsta námskeið hjá mér í stofnun fyrirtæki núna 17. október. Það alveg að fara að verða uppselt en það eru nokkuð sæti laus, þannig að endilega ef þið hafa áhuga að kíkja inn á frumkvöðla.is. En ég ætla bara að kynna til leiks hann Hjálmar. Hjálmar, velkomin í frumkvöðlaspjallið. Takk fyrir. Þú kannski bara aðeins kynnir sjálfa þig og segir okkur hver Hjálmar Gíslason er. Já, í grunninn ég sveitastrákur á Borgarfirði og en hef verið að fást við það síðan eiginlega síðan ég varð fullorðinn að stofna fyrirtæki og setja af stað eitthvað nýtt og kann bestu mig í því. Grid sem ég vinna núna 5. fyrirtæki sem ég stofna og hef komið að talsvert mörgum öðrum fyrirtækjum á fyrstu skrefum en ekki sem stofnandi, heldur þá meira einhvers konar ráðgjafa eða stjórnar hlutverki. Þannig að maður hefur séð ýmislegt og þetta nú orðin 23 ár síðan ég stofnaði fyrsta fyrirtæki, þannig að það hefur ýmislegt breyst á þeim tíma. En það sem að gefur mér fyllingu einhvern veginn er að taka hugmyndir, þroska þær og sjá þær síðan verða að veruleika helst í einhvers konar próduktum sem að fólk er að nota og nýtist fólki í sínu daglega lífi. Einmitt. En fyrir nú að þú segir að Grid sé 5. fyrirtæki sem þú stofnar. Hvað voru hinn 4 fyrirtækin sem þú hefur byggt upp? Já, einmitt. Er þetta bara klukkutíma? Nei. Ég veit við getum örugglega talað í nokkra klukkutíma. Nákvæmlega. Ég stofnaði þegar ég var 20, þá stofnaði ég með félögum mínum fyrirtæki sem heitir Lonadon. Og þetta var leikjafyrirtæki. Við vorum 3 sem vorum með lægra staði í tölvunarfræði í háskólanum og 1 í viðskiptafræði sem ákváðum að á fyrstu önn í rauninni í háskólanum að það væri gaman að láta reyna á eitthvað og gera eitthvað skemmtilegt. Og það sem við gerðum var í rauninni að við tókum alls konar einföld leikjakoncept, það sem í dag væri alveg klárlega mobile leikir en voru einfaldir sérstaklega orðaleikir sem að margir hverjir voru til í enskumælandi heiminum en hefði aldrei verið gerðir á íslensku áður og byggum þetta til. Þetta var sem gert fyrir Windows á þeim tíma og við þetta var pakki, leikjapakki í London, innihélt 6 svona leiki og reyndar byggum við síðan expansion setna með nokkrum í viðbót. Og þetta bara eiginlega langt umfram það sem við nokkuð tíma gerðum ráð fyrir sló bara ansi rækilega í gegn. Og ég get sagt þetta 97 þá áttum við næst söluhæsta leikinn á Íslandi eftir Championship Manager sem var þá aðalleikurinn. Og það var vegna þess að við vorum að hitta einhvern veginn á markkóp sem var ekki venjulega leikjamarkkópur. Við vorum þetta voru alveg frá því að vera bara krakkar sem að voru jafnvel bara snemma í að læra að lesa og eitthvað svoleiðis og alveg upp í það að vera bara ömmur og afar sem voru að nota tölvur og tölvuleiki á íslensku í fyrsta skipti. Þannig að þetta var við kunnum ekkert í business en það var rosalega gaman að hafa búið til produkt sem að fór víða og einhvern veginn náði til margra og það einhvern veginn kveikti svolítið neistan eða gera meira. Við síðan í Lonadon fengum byrjundir báða vængi, fengum að þessu fjárfesta og fórum að stað með aðeins stærri pælingar stærri leik sem að byggjast á norrænu goðafræðinni. Vanmátum alveg klárlega hvað það var stórt verkefni og mikið og gerðum sjálf þessi fína hluti en hefðum kannski þetta 10 sinnum meira púður í það
heldur en við höfðum og til stóð, en svona til að gera langa sögu tiltölulega stutta þarna þá rann Lone Don saman við Gagarin sem að á þeim tíma, þetta þá 99 sem að það gerist og sem að var þá svona langöflugasta margmiðlunar fyrirtæki, við vorum ennþá að koma svona út úr geisladiska tímabilinu og allt var að færast yfir á netið og Gagarin var mjög stórar og flottar hugmyndir og mjög mikið af góðu og skemmtilegu fólki á þessum tíma og það var svona svolítið spútnik í kringu það og Lone Don rann sem þetta þar inn og við unnum síðan þar dálítið í framhaldinu bæði í þessu leikjakonsepti en fljótlega bara leitist yfir í önnur verkefni sem Gagarin var að sinna á þeim tíma. Já. Mér finnst mjög fyndið ég man svo vel eftir nafninu Lone Don sko, því ég spilaði þessa leiki þegar ég var yngri sko, og ég bara, það festist einhvern veginn nafni festist alveg í mér sko, þannig að mér fannst að þegar ég hitti þig fyrir allnokkrum árum núna síðan og þú sagði mér frá því að þú hefði verið með þetta, mér fannst það mjög skondið út af því þetta var eitthvað svo skýrt nafnið og þetta var eitthvað svo öflugt á þessum tíma sko, þessi tölvuleikir sko. Það fyndnaði sko, nafnið var til alveg löngu áður en fyrirtæki var til og þetta var svona eitthvað sem ég og einn af meðstofnendum mínum voru búin að vera að leika okkur með síðan í fyrsta bekk í menntaskóla en við vissum ekkert hvað við ætlum að gera þessum hattinn, við vorum alltaf konum með hattinn sko. Já, en var þetta þegar þið fóru á stað með þetta, var þetta alveg fyrirfram ákveð að þið ætluðu að fara út í business eða var þetta meira bara svona þið hefðu ástríðu og gaman að þessu og þetta þróaðist einhvern veginn út í það að vera eitthvað svona rekstur? Þetta var algjörlega óvart sko. Það sem við lögðum að stað að gera var bara við byggum til einn leik og hann var skemmtilegur og svo byggum við til annan og síðan vorum við konum með einhverja 6 leiki og ákveðum sjá hvort það væri ekki hægt að selja þetta og ég man ekki einu sinni sko hver það var sem sagði okkur að það gæti nú verið sniðugt að stofna fyrirtæki utan það áður en við gerðum það. Þannig að við vorum alveg grænir þegar kom að því og líka alveg grænir bara í hvernig þetta verðleggja þetta og hvernig þetta markaðssetja þetta og ég held að það hefði verið jafnvel að gera töluvert mikið meira úr þessu ef við hefðum vitað meira hvað við vorum að gera en þetta voru fyrstu kynnin og voru bara mjög jákvæð og í rauninni leiddu til þess líka að sko það var, við erum að tala sko þetta tímabili 97-99 og það náttúrulega svona .com-bylgjan að fara á stað, það aðeins að kvikna á Íslandi, þú veist einhver áhuga á því að fjárfesta í tæknifyrirtækjum og eitthvað svoleiðis og það í rauninni í gegnum þetta sem að sko það fjárfestir ungur strákur sem var þá að vinna hjá verðbréfastofunni sem að kemur til okkar og spyr hvort við höfum pælt í því að fara í hlutafjárreikningu og við höfum ekki einu sinni hugmynd hvað það var. Þannig að það var líka svolítið góður skóli og kynnti mann svona aðeins fyrir því konsepti þó að sko allt væri náttúrulega frekar í rauninni, þetta var alltaf frekar svona snemma í þróun og ungt í íslensku umhverfinu líka, þannig að það var ekkert heldur neinn reynsla frá fjárfestahliðinni þannig sko, en þetta svona kynnti mann fyrir því hvernig hlutirnir, eða fór svona, maður lagði að stað í það, að læra hvernig þetta að komast að stað í þessum svona tækni fyrirtæki gera. Ok, þannig að þú fer að stað með Lone Don og það fer inn í Gagarin. Já. Hvað tekur þú við eftir það? Herðu, síðan ég var hjá Gagarin í svona tæpt ár eftir sameininguna. Þá erum við komin til ársins 2000, seint árs 99, snemma árs 2000 og tækni, það sem reyndist vera .com-bólan svona í hámarki og þá náttúrulega fullt af hugmyndum og hafði einhverja getu og þekkingu sem var eftirsótt á þessum tíma. Þannig að það þróast þannig að í kringum ákveðnar hugmyndir sem snerist reyndar að farsímatækni. Þá stofnaði ég fyrirtæki með Guðjóni Má, sem ég kallaði Guðjóni Ós, sem hét Maskína og Maskína var svona elta þann veruleika ansið snemma að það væri hægt að bæði spila leiki og líka stunda markaðssetningu í gegnum farsíma og var sko VAP-tæknin var alveg ný og þótti voðalega heit en var kannski ekki sérstaklega frambærileg en við duttum niður á það í Maskínu að gera í rauninni meira bara með textaskilaboð og slíkt og það var sem sagt við fengum talsvert fjármagn í þetta til að byrja með, það var tiltölulega rúmt fjármagn þegar við vorum að fara á stað þróum ákveðna tækni og svona það sem kannski fólk mögulega mann eftir að það
allavega eitt sumar þar sem var varla hægt að kaupa gosflösku eða íspinna eða eitthvað, þannig að það væri einhverjum svona leikir þar sem átt að senda inn einhverja SMS-kóða og sjá hvort það inni hérna einhverja vinninga eða ég vil safna þeim upp yfir tíma eða eitthvað svoleiðis. Þetta var alltaf keypt á kerfum sem að við settum saman. Við aftur hérna og svona ein stór leksía sem að maður hefur verið að læra í skrefum í gegnum tíman svona að velta dálítið mikið betur fyrir sér framar í ferlinu, hvernig ætlar maður að selja vöruna og hvernig nákvæmlega lítur business modelið út og hvernig ætlar maður að láta það ganga upp. Þannig að við í rauninni fórum að staða miklu meiri kraft en forsjá, miklu meiri fókus á tæknina og vörur, sem sagt tækni hluta vörunar heldur en aðra hluta og einfaldlega bara ég myndi orða það svona, við duttum niður á þá stórgóðu lausn að símafyrirtæki væru viðskiptavinirnir okkar. Vissum ekki að það tekur 18 til 24 mánuði að selja símafyrirtæki nokkuð skapaðan hlut og það tekur margar ferðir og mikið af tengsla uppbyggingu að komast inn á þann markað og í rauninni bara runnum út af peningum áður en það var farið við vorum farin að selja nót til að standa undir stærðinni. Við uxum líka mjög hratt og vorum 24 held ég þegar mest var í fyrirtækinu. Þannig að þetta var svona bara, þetta endaði sem þannig að við saminuðumst, það voru fjárfestar, sænskir fjárfestar sem komu inn í þetta með okkur og þeir áttu líka í svona tiltölulega svipuðu fyrirtæki í Noregi og keyrðu gegn samruna á þessum fyrirtækjum. Ég satt uppi með hlutabréf í einhverju norsku fyrirtæki sem ég held ég eigi ennþá, en þau eru einskis virði og þetta svona bara svolítið fjarað út og rann út í sandinn og aftur þarna þá vann ég fyrir sameinað fyrirtæki bara, það voru reyndar ekki nema bara 3 mánuðir eitthvað svoleiðis áður en ég fattaði að þetta var ekki fyrir mig og var bara, fór að velta fyrir mig hvað ég ætti að gera næst. Magnað. Þetta hefur nú verið heljaðna mikið reynsla fyrir ykkur og þetta finnst mér líka ofta áhugavert að þið fara þarna rosalega hratt af stað, eru ekki alveg að komast upp á næsta stig og þið sameinið svo öðru fyrirtæki, þannig að þetta ekki, þetta ekki velgengni, þetta ekki mistök, þetta bara eitthvað sem að gengur þó nokkuð vel en sameinað svo eitthvað öðru stærra. Já, í tilfelli Gagarin þá seldi ég mig út þar, það var talsveit eftirspurn eftir því að eiga hlut í Gagarin á þessum tíma og svo framvegis, þannig að ég kem út því með svona eitthvað pínulítið exit sem að manni fannst risa stórt á þeim tíma en Maskínu sem var fyrirtæki sem fylgdi þá var þetta var sameinað fyrirtæki og í rauninni satt ég upp með skuldir eftir það en ekki eignir þannig að og svona maður setti upp eitthvað nokkur ára plan til þess að borga það upp. En þú ert þetta mjög snemma orðin ansið mikil reynslu bolti bara í þessu út af því að það ekkert margir sem eru með mikla reynslu á þessum tíma í þessum tækni geira og þannig þú búin að vera í sameiningum og búin að pröfa alls konar hluti og komin ansið langt. Já, mitt svona þegar þú segir það svona þá var það sannlega rétt mann fannst maður náttúrulega að vera bara orðin gamall kall en þau erum að tala kannski 25-6 ára þegar maður búin að fara í gegnum það að stofna 2 fyrirtæki og exita þau með svona mismunandi forsendum og náttúrulega búin að bara svo þessi sagt líka, Maskína seldi þegar að mest var fyrir næstu því 2 milljónir evra á topp árinu okkar, þannig að þetta var ekki eins og við kemist ekkert af stað, við bara komist ekki nógu langt af stað. Já, magnað. Og hvað gerir svo? Heldur þú eftir ennþá með þessa ástríðu fyrir að skapa þitt eigið eða fer að leita einhverju starfi eða hvað tekur við svo eftir þetta? Já, þetta ég er búinn að fatta það, ég verið virka í einhverjum svona tímabilum. Það eru svona tímabil þar sem maður er rosalega fókuseraður, maður er komið með einhverja hugmynd, snýst allt execution og það kemst í rauninni voðalega fátt annað að, kannski of fátt og maður reynir að svona einbeita sér og er bara að keyra áfram einhverja mission sem er tiltölulega þröng. En síðan þegar að losnar það er þegar að maður hefur kannski minni áhyggjur af akkurat þessu fókusaða verkefni eða eitthvað svoleiðis, þá víkkar allt í einu hugurinn svakalega mikið og fer út alla trissur. Þá hefur maður að kafa hún í alls konar hluti til að þú veist eða einhverjum kvöldum í að stúdera einhverja algjörlega obskjúr hluti sem að þú veist geta aldrei orðið að neinu og svo kannski dettur maður eitthvað sem er meira áhugavert og setur viku í það og svo framvegis. Þannig að þarna ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera þegar ég bara vissi að ég vildi ekki vera lengur í þessu sameinaða fyrirtæki. Sagði upp, fór reyndar upp í háskóla, tók einhverja kúrsa þar, annars vegar í líffræði og hins vegar í heimspeki, bara svona til þess
til þess að hafa eitthvað input og og svo nú eiginlega, þetta nú eiginlega svona fyndnasta fyrirtækjasagan og svo varð bara óvart til hjá mér lausn sem að þetta sem þá 2004 þá ég að velta því fyrir mér að það sé svo margt sniðugt og skemmtilegt á þessu interneti og það verður nú gaman að geta deilt því með öðrum og svona sé hvað aðrir eru að lesa. Þannig að ég bý til bara á einhverjum 4 dögum þá bý ég til mjög einfalda lausn sem gengur basically út af það, ef maður rekst á eitthvað áhugavert á internetinu þá getur maður bókamerkt það en í staðinn fyrir að bókamerkja það í vafranum þá er þetta bókamerkja það sem núna væri kallað í cloudinu og svo getur maður leyft vinum sínum bara sjá hvað maður er að lesa og hægt að deila einhverjum listum og eitthvað svoleiðis og þetta já, eins og sé, ég held að ég hef verið 4 daga að búa til fyrstu frumgerðina af þessu og setti þetta þarna út og þetta fékk einhvern veginn algjörlega væral vangi bara fyrstu vikuna. Þannig að við vorum komin með 20.000 notenda á, eða þetta var bara ég segi við, en á kannski 2-3 vikum þá held ég að við vorum komin með 40.000 notendur og ég náttúrulega kunni ekkert að skala hlutina eða hvað maður að gera eða eitthvað, þannig að ég var bara í því að reyna að halda öllu gangandi. Þetta apparat hét Spurl. Og var svona kategóría sem var til þarna á þessum tíma, þetta voru svona 3 lausnir, langstærsta kallað Delicious og var keypt af Yahoo seinna og síðan voru Spurl og einu önnur þjónusta sem svona urðu nokkur ráðandi í þessu að leyfa fólki að vera að merkja og svona kannski socially merkja hluti sem það er að lesa og leyfa öðrum að fylgjast með feedinu sínu. Og í rauninni kannski getur rosalega frábrugðið því sem að stór hluti af svona þessum social media feedum í dag, en ég ætla alls ekki að segja að við höfum haft þú veist, við höfðum ekki réttu hugmyndina, réttu nálgunina varðandi það að halda líka utan networkið af notendum og leyfa fólki að vera með alls konar content og svo framvegis. En þetta fór af stað, ég fattaði að þetta væri eitthvað áhugavert sem ég væri með í höndunum þarna, stofnaði utan þetta í rauninni kannski alltaf litla umgjörð, fékk inn smá pening bara til að halda mér gangandi með þetta og lét kannski í þessu tilfelli þá held ég að maður hefði kannski átt að hugsa stærra. Þetta var þannig traction svona early on, þetta var þannig hlutir sem við vorum að vinna í, að ég hugsaði þú veist, ef maður hefði flogið og reynt að finna pening í þetta, til dæmis bara í Silicon Valley eða einhvers staðar hjá svona alvöru vísíum, þá hefði verið hægt að gera töluvert meira úr þessu. En þetta var sem sagt til þess að klára kannski söguna þarna. Við héldum áfram að byggja þetta upp, fékk nú reyndar til liðs við meira fólki, fórum svona að reyna að retrofitta einhvers konar business model á þetta og það business model gekk út á það að leit á netinu gæti verið betri ef við höfum líka input frá fólki, það væri fólk sem væri búið að segja já þetta er áhugaverð grein, þetta er grein fiskveiðar eða eitthvað slíkt af því að það er þá human content sem er að bætast ofan á net contentið, ofan á það sem þetta lesa beint úr síðunni og þannig væri hægt að gera betri leitavélar. Förum aðeins að dabla með leitatækni og eins og svo oft gerist í frumkvöðlaheiminum, við byggðum þetta áfram upp, náðum þessu upp í næstu 200.000 notendur á þessu kerfi, en fundum við ekki aldrei nokkuð tíma leiðina til þess að koma því í verðið að gera einhvern business úr því, en byggjum samfélag upp leitatækni sem var bara frekar töff og fyrir í rauninni bara án þess að fyrir því sé góð ástæða, fyrir líka að velta fyrir okkur hvernig verður þetta að leita betur á íslensku og smíðum sem sagt ofan á leitatækni sem við vorum að gera layer sem að beygir orð, þetta þykir náttúrulega sjálfsagt í dag, en á þeim tíma var ekki hægt að leita að hestur og finna greinar sem töluðu hest á internetinu, en við sem sagt förum að dabla með það, byggja eitthvað í kringum það. Og svo vill þannig til að þetta 2005-06 þá er sem sagt Síminn að spinna út símaskráni sem nýju fyrirtæki sem heitir Já og þá vantar tækniarm og leitartækni og þetta passaði bara nokkuð vel saman, þannig að þarna kemur sem sagt í rauninni, Síminn gerir tilboð að Já í rauninni, Síminn í gegnum Já gerir okkur tilboð sem var bara fjári gott
og frábært exit fyrir lítinn hóp af fólki sem hafði staðið að þessu. Og sem sagt spurn rennur inn í já, verður tæknideildin þar og svona byggjum upp netbusinessin úr símaskránni á þeim tíma. En spurlið sjálft, það er að segja að bókamerkjaþjónustan, við seljum hana bara fyrir tiltölulega lítinn pening til startups í Kaliforníu sem að síðan gerði ekkert með hana og hún dó bara svona drottni sínum næstu 6-12 mánuðina. Þannig að alveg svona típisk saga af því að sko einhvern veginn tilvílanirnar eru að minnstakosti jafn stór hluti af hverju svona ferðalagi eins og hvað annað. Því að þarna sko, þetta er svona success í einhverju, þú veit, ég held að sé alveg hægt að segja að þetta hafi verið success og árangur sem við náðum með spurn, finnum samt ekki leið til þess að monetæsa það, en erum einhvern veginn búin að búa til eitthvað verðmæti sem einhver annar sér einhvern vinkil í og það er á endanum þar sem við sko náum að exita og í rauninni held ég að það hafi verið sko frábær kaup, ekki síður fyrir já, og það er meira að segja hluti af hópnum mínum, við vorum allir 4 frekar en 5 þarna og hluti af einhverjir, allavega einn af þeim er ennþá að vinna hjá já í tæknimálunum þar. Ok, en þegar það farið þarna þá inn í sko spurn hefur þá verið svona smá afbrigði af samfélagsmiðli í rauninni, þar sem hægt að læka og eitthvað svoleiðis, en svo líka leitavél. Þannig að þið hafið dottið inn í þessa 2 hluti sem að voru á næsta árum eftir, bara heitustu svona hlutirnir í Silicon Valley sko. Já, sko, ég held að sko, Google var náttúrulega komið vel á skrið þarna og það var í rauninni kannski gegnum velgengni Google sem þessi leitarvinkill kom upp að láta reyna á hann. En samfélagsmiðlar voru mjög early on, sko, MySpace var rétt orðið til þarna, það var búið að vera að leika sig með einhverja hluti eins og Friendster eða eitthvað svoleiðis, þannig að það var eitthvað þar sem við vorum sko kannski pínlítið á undan okkar samtíð en aftur ég ætla alveg að vera mjög hógvær með það að við vorum ekkert, flest af þessum konseptum voru ekkert þarna sko. En þetta var að leysa eitthvað af því sem að sko samfélagsmiðlarnir síðan taka yfir. En ég er forvitin út af því að þið náðu þessu með spurl, þið náðu þessari svona góðu, eða þú varst náttúrulega einn í upphafi, nær þessari góðu byrjun í upphafi og þú talaðir að þú náður kannski ekki alveg að nýta hana eins og hægt hefði verið. Hvaða ráð myndur vera fyrir einhvern annan sem var í svipaðri stöðu, sem býr til eitthvað svona sniðan hugbúna sem nær svona smá flugi upphafi? Hvað á maður að gera? Ég held sko að maður hefði þetta verið duglegri í því að finna einhvern sem að hefði geta leiðbent manni aðeins í gegnum þetta. Þú veist, bara leggja upp stöðuna, þú veist, hér er það sem ég er búin að gera, þetta er það sem gekk vel, þetta er það sem ég er með í höndunum, hvað væri réttast að gera með þetta og það var kannski ekki mjög auðvitað garð að gresja af svoleiðis fólki á Íslandi sko og ég hafði ekki mikið af tengingum út fyrir landsliðinu á þessum tíma þannig að ég svona allavega datt aldrei á sko samtalið sem að þú veist einhvern veginn samtalið með mig að hvert ég ætti nákvæmlega að fara með þetta ef ég horfði tilbaka eins og ég sagði áðan sko, þá held ég að þú veist það hefði verið mjög gaman allavega að láta á það reyna að sækja svolítið pening í þetta og byggja upp svona vísi fjármagna fyrirtæki úr þessu. Já, magnað. Þannig að þetta fer að hluta til inn í já og að hluta til Kaliforníu og þú skilur við þetta fyrirtæki á þeim tíma mútið ekki? Þú fer ekkert áfram? Nei, ég sem sagt fer þarna inn í Símann, í rauninni sinni sko tæknistjórastarfi já og síðan því sem að hét forstöðumaður viðskiptaþróunar inn á þróunarsviði hjá Símannum þar sem við vorum að horfa á hvert var þetta að þróa apparat eins og Símann í framhaldinu. Náttúrulega það að spinna út símaskráni var svolítið áhugavert, þetta hafði verið kostnaðarliður hjá Símannum fram að þeim tíma og síðan tekst að búa til þarna bara mjög stórt og öflugt fyrirtæki úr því þó að náttúrulega rekstur svona símaskrárfyrirtæki er nú orðið dálítið erfiður en þarna í sko fyrstu 10 árin eða svo eftir þess að það var spunnið út, þá var þetta stórkostlegur business í rauninni og er ágættur business ennþá. En sem sagt Síminn vildi svona fá mig í það að skoða og hugsa önnur tækifæri sem var hægt að fara í og það var svo sem ýmislegt sem að maður lét svona, ýmislegt sem maður sett á borðið og lét á reyna. Kannski stærsta verkefni mitt þar var innleiðing á síðan, ég sá viðskiptahliðina á innleiðingu á 3G hjá Símannum
átti svona það sem sneri að sko vöruframbóðinu og viðskipta líkaninu í því, eða viðskipta áætluninu í því og það var mjög áhugavert að prófa bara að vinna inn í stærra fyrirtæki og miklu rótgrónara fyrirtæki í svona tíma og með öllum þeim kostum og göllum sem að því fylgja, en síðan fer sem sagt í gegnum það að kvikna enn ein hugmyndin og hún í rauninni það er þá sem ég fer að færast yfir svona gagna- og gagnagreiningasviði sem að ég hef verið að vinna í síðan og út úr því verður sem sagt ég hætti hjá Símanum 2008, vorið 2008 og stofna fyrirtæki þá sumarið sem heitir Datamarket og það kemur síðan einmitt akkurat inn í hrunið, við erum að fara á stað, ég er í rauninni aftur komið með smá hóp í kringum mig að byggja upp einhverja vöru sem snýst gögn, meðal annars efnahagsgögn, þegar að síðan hrunið kemur og það hafði síðan mjög mótandi áhrif á það hvert Datamarket fór í framhaldinu en þarna allavega, þetta var svona sagan frá 2004 til 2008. Magna. Og Datamarket síðan eitthvað sem að, hvað séð, þú stofnar þetta rétt fyrir hrunið eða? Hvað er það búin að vera? Ég sem sagt segi upp hjá Símanum vorið 2008 og er þá komið með hugmyndum það og einmitt í kjölfarið af því að hafa verið að vinna í því að gera sko viðskiptaáætlun fyrir alls kyns verkefni, haft budget í það í fyrsta sinn að kaupa í rauninni markaðsrannsóknir og einhver gögn til að byggja þetta á og fannst sá heimur vera rosalega gamaldags og svona bara stirður. Það er að segja, það var bæði erfitt að finna gögnin sem að maður vildi nota í svona, hvort sem það var bara gögnum mannfjöldaþróun eða eftirspurn eftir einhverju eða markaðshlutdeild á mismunandi mörkuðum eða eitthvað slíkt og jafnvel þegar maður var búin að finna gögnin þá voru þau aldrei á því formi sem að maður vildi. Þannig að ég fer svona að hugsa þetta vandamál. Út úr því kemur pælingin með Datamarket sem var í rauninni kannski hægt að setja upp þannig að það voru koma fram tól á þessum tíma þar sem fólk var að horfa á innri gögn fyrirtækjanna, horfa á gögninu og rekstrinum og svo framvegis og það eru þessi viðskiptagreindatól en þegar að koma að því að skilja hvað er að gerast í ytra umhverfi fyrirtækisins, bara í efnahagslífinu eða í markkópnum eða hvernig einhverju markaðir eru að þróast eða eitthvað svoleiðis, þá voru engin góð tól til þess að gera það og við vildum sem vera tólið sem gæfi fólki góðan aðgang að þessum ytri gögnum og hjálpaði þeim að skilja hvað er að gerast fyrir utan fyrirtæki. Við notuðum oft myndlíkinguna að það þýðir ekki að horfa bara á mælaborðið þegar þú ert að keyra bíl, þú ert að horfa gluggann og við vildum sem sagt gefa fólki sýnina út gluggann meðan að mælaborðið væri meira hvernig vélin er að keyra og hvað mikið bensín eftir. Hvernig voru viðbrögðin svona fyrst við Datamarket? Var fólk að skilja þetta? Voru fólk bara, var mikið spenna fyrir þessu eða hvernig svona byrjaði þetta í upphafi? Sko, Datamarket var þetta er mjög áhugavert, enn og aftur þá kannski klikkaði maður á því að pæla ekki nógu mikið í hvernig maður ætlaði að selja og markaðssetja, bara fyrir hvernig nákvæmlega var þetta, hvað var hver var value propositionin og hvernig átti bara viðskipta líkanið að líta út, heldur var maður að þróa einhverja tækni, þetta var vandamál sem var alveg skýrt og klárlega til. Gátum þróa tækni til að adressa það en vissum síðan ekki hvernig við ættum að kannski koma okkur inn í verðið sem við værum að búa til með þessari tækni og hugsuðum alltaf seint það. Þannig að Datamarket vakti töluvert mikla athygli ekki síst á Íslandi einmitt í hruninu vegna þess að þá var allt í gríðarleg eftirspurn meira að segja bara meðal almennings í það bara að sjá og skoða og skilja alls kyns efnahagsgögn. Og það var eitthvað sem að mér fannst þetta mjög gaman og gekk vel að svona taka það saman og hjálpa ýmsum aðilum að matreiða það hvort sem það var bara innan við til þess að velta fyrir sig hvernig einstök fyrirtæki ættu að bregðast við eða bara við vorum að vinna bara mjög skemmtilega vinnu með alls kyns ráðuneytum og hinum og þessum í bæði greiningu og líka framsetningu á gögnum. Þannig að það gekk vel. Notuðum Ísland, þú veist, og kannski svona einhverju leyti festuft í því sem að Hilmar Gunnarsson félagi minn kallar Íslandsgildrunni. Það er að segja, við fundum svona solidin success á Íslandi og vorum síðan í rauninni kannski einhverju leyti sko að tefjast á því að vera að sinna íslenskum viðskiptavinum jafnvel með töluverðar sérþarfir, frekar heldur en einbytta okkur að því að byggja vöruna og koma inn á alþjóðlegan markað. Þannig að frá 2008 til 2011
erum við í rauninni bara að velta fyrir okkur Íslandi, leggjum síðan í þegar 2011 að byggja upp frekar stórt safn af erlendum gögnum frá allskyns gagnaveitum, allt frá Alþjóðabankanum og Sameinuðu þjóðunum niður í bara allskyns þjóðskrár og hagstofur heimsins, tökum það allt saman og launchum því haustið 2011 og ég flytt síðan til Boston til þess að byggja upp sölu og markaðsstarfið í kringum það snemma á 2012. Og það var gríðarlega góður skóli og það var ekki fyrr en þá sem maður fór virkilega að velta fyrir sig hvernig ætti að koma þessari vöru í verð fyrir utan það að við vorum svo sem orðin búin að standa okkur ágætlega í rekstrinum bara með þessari íslensku tekjur, en það voru ekki tekjur sem voru að fara að skala, það voru tekjur sem við vorum að fá töluvert mikið bara upp á bæði customization og síðan svona bara hreinlega ráðgjafarvinnu fyrir hinn og þessa. Já, en mér finnst þetta, þú talar Íslandsgildruna, mér finnst það svo áhugavert fyrirbæri út af því ég hef sjálfur kynnst í og ég veit að margir aðrir hafa kynnst í og það eru alltaf, það er svo margir íslenska frumkvöðlungur sem alltaf tala Ísland sé svo góður pröfumarkaður, það er gott að byrja á Íslandi annars líkt, en það er þessi hætta eins og þú nefnir að maður festist eða enda á því að sér hanna einhverja vöru fyrir Íslendinga. Já. Og ég man til dæmis, ég lendi í því þegar ég er að byggja upp bungaló sem er að leiða út sumarbústað, það gengur rosalega vel hérna í Íslandi, það er bara stórt hlutfall af öllum bústöðum sem eru leiður út á Íslandi er bara í gegnum þetta kerfi, þetta bara svínvirkar og allt gengur rosalega vel, en það var rosalega erfitt að taka síðan þetta skref út af því að þegar við komum út áttu okkur á það sem virkaði í Íslandi var ekki alveg að virka það núti, við þurftum að breyta eiginlega bara alls konar strategíum sem við vorum með, sko. Þannig að það sem ég er að velta fyrir með hvort að þú sért með einhverja, eftir að hafa upplifað þetta sjálfur, hvort þú sért með einhverja skoðun á því á maður bara strax að byrja að pæla í, þú veist, alþjóðlega markaðin og bara búið til alþjóðlegt fyrirtæki eða er Ísland ennþá góður markaður til þess að, þú veist, pröfukera vöruna og taka síðan skrefið? Ég held að ef að þú ert með hugmynd sem er þess eðlis að þú vilt fara með hann á alþjóðlegan markað, þá þurfa að vera einhverja mjög sérstakar aðstæður til þess að maður ekki bara hugsa global frá fyrsta degi og reyna jafnvel bara frekar að einblína á enskumælandi markaðinn frá fyrsta degi heldur en að vera að horfa of mikið á Ísland. Það eru undantekningar á þessu, þú ert að prófa mögulega einhverja físíska vöru og þú ert vera nálægt kunnanum, þú ert að prófa þetta eða þú ert vera að prófa eitthvað network effect sem að kannski, þú veist, þú getur byggt upp í kringum eitthvað þétt riðið samfélag á einum stað og getur síðan kannski keypt það eitthvað annað, sko. Það getur verið að Ísland sé hentugt í því, en ég er svona frekar á þeim enda á spektruminu að segja að Ísland sé vondur til hennar markaður einfaldlega vegna þess að hann líka, alveg eins og þú varst að segja með bungaló, að árangur á íslenska markaðinu getur gefið minni ranghugmyndir það hvað virki annars staðar. Vegna þess að Ísland hefur bara, það ákveðnir hlutir sem eru sérstakir hérna, það er auðvelt að ná til allra, þetta er lítið samfélag, það er auðvelt að ef þú ert á fyrirtækjamarkaði, þá í rauninni getur nánast komist á fund með hverjum sem er með 2 símtölum innan 2 vikna og þannig bara virkar ekki heimurinn. Og þannig að þetta gengur, svona success gengur oft mikið út á einhver svona persónuleg sambönd og eitthvað sem maður hefur bara ekkert í hinum stóra heimi. Já. Og kannski eitt í viðbót þarna er að það er stór hættulegt fyrir ung fyrirtæki og ég held að þetta sé jafnvel magnað upp á Íslandi að þau verða of háð fyrstu viðskiptavinnunum sínum og taka of stórar ályktanir af því sem fyrstu viðskiptavinnunir þurfa og fara þau jafnvel að breyta töluvert mikið product visioninni sinni út frá því sem þau heyra frá fyrst einum eða 2 kunnanum vegna þess að þau eru að þjónusta hann svo vel. Og mér finnst í rauninni þetta er svona nánast orðin mantra hjá mér, mér finnst ég vil sem þetta frekar segja við frumkvöðla, það er miklu ódýrara að fara og finna eða allavega athuga hvort það er ekki einhverjum úti sem vil kaupa vörunni eins og henni núna heldur en að fara og finna eða breyta vörunni fyrir einhvern viðskiptavinn sem þú er búin að finna. Þú frekar eyða tímanum í að finna viðskiptavinn fyrir það sem þú er búin að byggja en að byggja fyrir viðskiptavinn sem þú er búin að finna. Það er mjög skemmtileg pæling.
Þetta alveg, og ég sé þetta með mjög íslensk fyrirtæki, þau eru alltaf að reyna að búa til svona nýja fítusa til þess að koma til móts við öll þessi fáu fyrirtæki í Íslandi til þess að tryggja að fá þessi vistun og það gerir alltaf erfiðar að fara út. Því meira af sérfítusum sem þú ert með í kerfinu, því erfiðar að færa það yfir á erlenda markað. En það var líka annað sem mér finnst áhugavert, þú talar að þegar þú fóst út og fluttir út og byrjar sölumennskuna þar og kynnast þessu þar, að þá fórst að sjá þetta fara á svolítið öðru ljósi. Og ég upplifði líka það sama þegar ég byrjaði að starfa erlendis og sérstaklega líka þegar ég fór út til Silicon Valley og kynntist því sem var í gangi, að þá einhvern veginn opnaðist hugurum minn svo mikið og ég fór að sjá hlutin í allt öðru ljósi. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að allir frumkvöðlar þurfa að gera eða reyna að gera eins snemma eins og geta komast aðeins út, sjá hvernig er verið að gera hlutin út og hvernig hlutin virka þar út. Því að þá í fyrsta skipti sér maður Ísland svolítið í réttu ljósi. Sko. Ég er sammála því og sko, hvort sem að það er fysiskt að fara út eða bara einhvern veginn tryggja að maður sé með nógu mikið influence einhvern veginn að utan og ég helst að vera með einhverja ráðgjafa eða einhverja sem maður getur tala við og geta svolítið horta á hlutina utanfrá. Eitt af því sem er sko, held ég, eitt af því stærsta sem það getur gefið manni er að á Íslandi þá skilur maður ekki hvað litlar syllur geta verið stórar í heiminum í heild. Það er að segja, hérna er sko, við erum að reyna að búa til einhverja lausn á fyrirtækjamarkaði og hún þarf eiginlega að vera fyrir öll fyrirtæki í Íslandi ef hún á að ná einhverjum árangri. En í heiminum öllum er hins vegar örugglega stærri tækifæri í því að búa til mjög sérhæfða vörur fyrir eitthvað sem lítur út eins og lítið markaðssegment en er kannski sko 100 sinnum stærra heldur en íslenski markaðurinn ef þú hittir á vöruna sem að þarf til að leysa eitthvað vandamáli í akkurat því sem að sko hljómar með íslenskum glerugum eins og allt of lítil sylla. Bara að selja leikhúsum eða bara að selja einhverju sem er til eitt eða tvennt af, bara að selja olíufélögum. Það er ekki stór markaður á Íslandi. Nákvæmlega sko. En þannig að þú ert með datamarkið að þið eru búin að átta ykkur á að þið þurfa að finna betri tekjur og þau eru farnir út til Bandaríkjanna. Hvernig gekk það svona almennt séð að koma sér fyrir í Bandaríkjunum og finna þessa aðila? Sko, það gekk bara vel, þetta var bara ákvörðun sem við tókum og við fjölskyldan ákvæðum bara að skella okkur í ævintýri og flytja þarna út. Fluttum við til Boston og það var svona svolítið tilvíðin í því, við litum bara á það hvar erum við með svona viðskiptavinni í pípunum. Það reyndist vera í London, síðan á austurströnd Bandaríkjanna og síðan á vesturströnd Bandaríkjanna. Þannig að valið stóð í rauninni á milli þessara þriggja staða. Austurströndin var heillandi margra hluta vegna, tímabeltin eru þarna þokkalega vel á milli þannig að það var þjónusta alla þessa 3 staði og verið í góðu sambandi við Ísland á svona þokkalegum dagvinnutíma. Og við vorum að sjá töluverða concentration af viðskiptavinum í Boston, New York og Washington DC og það er hægt að þjónusta það allt saman frá einum stað. Við varum búin að ákveða að fara til New York fyrst en síðan lönduðum við 2 samningum við viðskiptavinni í Boston í janúar 2012 og þá skiptum við kúrs og ákveðum að fara þangað og við vorum flutt út í apríl. Ég réð síðan þar fólk og það var til dæmis sem dæmi hvað heimurinn er einhvern veginn miklu stærri þarna úti. Þá hafði ég hefði aldrei rauninni ráðið nokkurn starfsmann nema bara svona í gegnum mitt persónulega network áður. En þarna fór ég og komst í samband við recruiter. Ég teikna upp einhverja svona mynd sem er með rosalega spesifísk. Þú vildi fá einhvern sem hefur verið að selja inn á markaðsrannsóknarfyrirtæki með 5 til 10 ára reynslu og af enterprise sölu og jafnvel eitthvað fleira sem ég týndi til. Og ég hélt ég væri að lýsa einhverjum algjörlega uník manni eða einstaklingi og hefði verið að gera það ef þetta hefði verið íslenska markaðnum. Og áður en að vikan var liðin þá var ég komið með 8 CV frá fólki sem hitti bara alveg í prófílinn og tek rúndin á því, finn þarna mjög góðan mann, sölumann og það besta við þá ráðningu var í rauninni ekki businessin sem að hann landaði heldur það að ég hélt í rauninni áfram að vera aðal sölumaður fyrirtækisins, það vildi að þeir tala við founderinn og heyra þetta beint svona úr munni hestsins sem maður myndi segja upp á ensku. En það sem að hann hjálpaði mér hins vegar við var bara að skilja hvernig drífur maður þetta áfram og ég öðlaðist mjög mikla virðingu að fara fyrir sölustörfum og markaðssetningarstörfum í gegnum það að hafa þetta beint í æð frá einhverjum sem var kannski meira eins og svona sidekick fyrir mig og hjálpa mér og bara mentora og treyna mig í þessu heldur en í gegnum það að endilega ráða einhvern sem að bara
sá þetta. Já, og mér finnst þetta líka mjög áhugavert með sko sölumenn út af því að við hérna á Íslandi og svona við eigum til að vera með svona neikvæða ímynd af sölufólki eða sölumönnum en sko eins og sé eftir að hafa upplifað sjálfur að starfa með virkilega góðum sölumönnum að þetta ótrúlega miklu fagmenn og þeir gera þetta rosalega vel og þetta bara, veist, maður öðlast miklu meiri virðingu fyrir þessu hlutverki að vera sölumar út af því að þetta ekki auðvelt starf og þetta eins og sé, góðu sölumar aldrei að þvinga einhver upp á fólk, hann bara rosalega með allt sitt á hreinu og kann að nálgast markhópinn rétt og gera þetta allt fínt, sko, þannig að já, ég held eins og sé þetta svo mikilvægt að finna góða sölumenn til þess að starfa með, sko. Algjörlega, og eitt af því sem hefur gefist mér mjög vel vegna þess að við þekkjum örugglega báðir þetta, sko, að sérstaklega, þú veist, þau okkar sem koma svona verkfræði eða tölvunar megin frá í lífinu, þú veist, við höldum að þetta sé, sko, eitthvað svona einhver svona tilviljunarkennd berli sem gengur mest út á það að jamma og djúsa með viðskiptavininum og einhvern veginn sko ná að landa samningnum sko en þegar maður lýsir sko söluferli fyrir bara forritara þá bara þú veist bara því hvernig keyrir maður ferlinn í gang frá því að þú veist hvernig sourcar maður við hverju gætum við mögulega verið að tala tekur fyrstu samtölin reynir að átta sig á áhuganum keyrir fólk síðan í gegnum skilja þarfirnar þeirra hvað skiptir þau máli, fara einhvern veginn að reyna að svara þeim þörfum, vinna sig síðan í gegnum það innan fyrirtækisins, hverjir eru í rauninni ákvarðanatöku aðilarnar, hver kemur til með að borga, hver á budgetið og allt þetta, þá fattar fólk að þetta er bara ferill, þetta er bara vinna og svona vel skiljanleg í rauninni vísindi rétt eins og það sem við erum að fást við svona verkfræði megin í heiminum sko. Já, algjörlega sko. En já, fyrir þau ykkar sem eru að fylgjast með viðtalin í beinni útsendingu, þá ég að taka viðtal við hann Hjálmar Gíslason og hann að fara svona aðeins yfir frumkvöðla söguna sína og fara yfir þau fyrirtæki sem hann hefur stofnað og það sem hann hefur gert. Ykkur velkomin að senda inn spurningar eða viljið spyrja Hjálmar að ykkur. Þið getið skrifa athugasemdir fyrir neðan myndbandi og spurningarnar ykkar og við skulum reyna að taka þær fyrir í beinni útsendingu. En við erum komin á í datamarket fyrirtækið hjá honum Gísla þar sem hann að byggja það upp út í Bandaríkjunum. Hvað tekur svo við þarna? Fer þetta allt á flug þegar þú fer þarna út og hvað var framöndan hjá fyrirtækinu eftir þetta? Já, sko datamarket þetta gekk í rauninni nokkuð vel þarna úti og enn og aftur við vorum ég algjörlega hógvær með það við vorum ekki búin að finna svona okkar endurtekna viðskiptamódel þar sem við vorum ekki búin að finna við erum að selja svona viðskiptaveginni þessa vöru fyrir þetta verð og eitthvað sem við gætum endurtekið bara tekið sömu playbookina upp aftur og aftur en við löndum hins vegar nokkur fyrir stórum viðskiptaveginum byggðum þetta upp sem 2013 vorum við með cirka $2 milljónir í tekjur og mest af því erlendis frá og vorum í rauninni á ágætum stað en vorum ennþá svona að þreifa á því hvar þetta nákvæmlega hvar nákvæmlega fittið og hvar nákvæmlega sem við getum verið að keyra aftur og aftur og það svolítið fyndið að ég var að segja frá því áðan hvernig sko viðskiptagreindarkerfinu voru til þess að horfa á innri gögnin og við vildum koma með eitthvað kerfi til þess að hjálpa fólki að horfa á ytri gögnin og við fórum að velta fyrir okkur, fórum að heyra meira og meira frá viðskiptavinum okkar getum við ekki bara fengið þetta inn í eitthvað eins og Tableau eða Power BI eða eitthvað svoleiðis og fórum að velta fyrir okkur hvort að það sé kannski channel fyrir okkur að selja inn annarkvæmt gegnum þessi fyrirtæki eða selja feed af gögnum sem að fari inn í þetta. Það leiðir af sér enn og aftur í gegnum tilviljanir og tengingar samtal við sænsk ættað fyrirtæki sem heitir Click og svona þriðji stóri aðilinn á þessum það sem að Gartner kallar Modern BI markaði, það það Power BI, Tableau og Click. Click var á þeim tíma skráð á Nasdaq, stórt fyrirtæki í örum vexti og þeim leist í rauninni bara svo vel á það sem við vorum að gera þau gerðu okkur yfirtöku tilboð sem í rauninni eftir á að hyggja er svolítið magnað. Það er 18 mánuðum eftir að ég flytt út þá erum við komið yfirtöku tilboð í fyrirtækið. Síðan reyndar út af gjaldeyrishöftum og allskyns flækjustigi þá tók langan tíma að loka þessu og klára þetta. Já, það tók 10 mánuði að klára söluferlið en það hafðist og í rauninni þá í október 2014 þá datamarket orðið partur af Click og
teymið hér í rauninni farið einbeitt sér að því að jú, leysa ennþá sama vandamálið en algjörlega bara innan þess ekosystem sem að Klikk búið að byggja upp og hættum að leggja áherslu á svona hinn almenna markað og ytri markað sem fyrir utan í rauninni Klikk-tólið. Já, ég gat ekki annað að hlegja og tala gjaldeyrishöftin sko, að fyrir þá okkar sem að upplifðu það tímabil að reyna að vera í fyrirtækjarekstri erlendis á meðan að það var í gangi að það var eitthvað mesti hausverkur og mesta rugl sem að ég hef upplifað í fyrirtækjarekstri sko. Ég er ennþá brenndur sko. Ég hef sennilega ég hef sennilega meiri áhyggjur af íslensku krónunni og íslenska umhverfinu heldur en sko fjárfestarnir sem við erum búin að fá að borðinu með okkur í grid núna sem eru erlendir sko. Bara vegna þess að þetta var mjög erfitt og þetta var einnig langstærsti áhættuþátturinn í því að selja fyrirtækið og flott sala, við endum að selja fyrirtækið fyrir $15 million en þetta var þetta var sem sagt á tímabili þá leið manni svona eins og maður væri sko við vorum að semja við í söluferlinu, þá vorum við að semja við sko náttúrulega kaupandann sem var kannski sko auðveldast, það var eiginlega búið að semja við hann. Svo var svona smávegis tókstrita í hluthafahópnum um það nákvæmlega hvernig þetta að nálgast hlutina. Síðan var stærsti viðskiptavinurinn okkar sem vildi tryggja það að við myndum þjónustu þau áfram og þetta ekki einhver truflun fyrir það sem þau voru að gera. Og svo var Seðlabankinn. Og þetta var svona einhvern veginn alltaf tókast á tímabilið þá fannst mér einhvern veginn sem að vera að semja við 4 aðila og seljandinn var í rauninni svo einfaldasti sko. Og Seðlabankinn var klárlega svo erfiðasti. Já. En þarna ertu komin í rauninni exit að þú ert búin að selja þarna fyrirtækið og það sem að mér finnst sem ég er svona velta fyrir mig núna er að þetta var fyrirtæki sem þið höfðu samband við sem hugsanlegan viðskiptavin ykkar og þið þróuðu eitthvað samband með þeim líklega og það var síðan leiddi til exitsins sko. Þannig að svona exit sko ætla að sé ekki algengast að þau verði með til í einhverjum svoleiðis aðstæðum að það verði til einhvers konar, maður er í einhvers konar samstarfi eða sambandi við einhverju stór fyrirtæki, þau eru farin að sjá mjög mikinn hag í því að vera í viðskiptum við mann eða finnst eitthvað sniðugt og vilja þá taka mann yfir. Þetta er ekki eins og að stóru fyrirtækin séu á netinu bara að googla hvað er áhugavert til þess að kaupa, heldur er þetta þannig að maður er að byggja upp eitthvað flott og þegar maður byrjar að vera í sambandi við þessi stóru fyrirtæki þá oft kannski verða til einhverju möguleikar. Er ég að hugsa þetta rétt eða þú veist? Já, sko, ég heldur þetta sko, það er kannski þriðja scenarióið sem að gerist held ég aldrei. Það er einhvern veginn aldrei þannig að þú nálgist eitthvað fyrirtæki og segir, hei, viltu kaupa okkur, sko, það gerist ekki. Það er alveg sannarlega þannig að það eru fyrirtæki úti sem eru kannski búin að ákveða að þau vilja harta sér völl á einhverju tilteknum markaði og fara þá út og leita að fyrirtækjum, bara sem að tjekka einhver box fyrir þau. Stundum eru þau bara að leita að sko teymi eða tækni og þá getur það jafnvel verið sko kaup sem að gerast snemma, það er áður en að fyrirtækin eru komin með tekjur, en lang algengast er að þetta sé eitthvað sem er búið að byggja upp einmitt eitthvað sko partnership eða einhverja samvinnu, fólki er farið að kynnast, það er farið að skilja út af hvað þetta gengur, komið svona dýpri sameiginlegu skilningur og þá fattar stærra fyrirtækið að þetta er eitthvað sem við viljum bara eiga og gera sjálf. Það er lang algengasta útfærslan. Við hins vegar sko, ég get alveg sagt frá því sko, það er alveg nógu langt liðið og nógu margt búið að breytast til þess að við fengum til dæmis, það var Yahoo var að eltast við okkur líka á sama tíma og þá var það algjörlega bara út frá þeim formerkjum að þau voru sem sagt, tesis þeirra var þessi, þau áttu fullt af assetum, Marissa Mayer var nýbúin að taka yfir sem forstjóri, þau áttu fullt af assetum, eitt af assetunum var Yahoo Finance og þau vantaði bara teymi og tækni sem getur tekið Yahoo Finance upp á inn í nútíman, því að það hefði ekki þróast neitt í 10-15 ár. Og það var algjörlega bara, þau fóru alveg örugglega út bara og googluðu bara hver er að gera sniðuga hluti með gögn, sérstaklega tímalínugögn og fundu okkur þannig sko. Já, það er magnað. En ok, þannig að þið eru alltaf komin hérna inn í Klikk. Hvernig er tilfinningin að vera orðin partur af svona stóru og miklu fyrirtæki? Sko, þetta var mjög lærdómsríkur ferill og ég segi það ekki bara því að þetta hafi allt verið neikvætt, en við vorum ekki kannski, eftir á að hyggja þá hefðum við þurft að halda miklu betur utan það í ferlinu, hvað átti nákvæmlega að taka við á eftir. Við vorum svo mikið einbytt okkur bara að því að klára söluna, í staðinn fyrir að vera á sama tíma að tala við Klikk það hvernig ætlum við að gera þetta eftir, hvernig ætlum við að integrera teymin, hvernig ætlum við að integrera vörurnar, hvernig
mun þetta líta út, hvert erum við að reyna að fara á næstu 3 árum eftir sameininguna. Og það varð í rauninni til þess að þó að enn og aftur ég held að sko Klikk hafi fengið gott virði út úr þessari sölu, nýtt vöruframboð og kannski sérstaklega bara svona fengu svolítið flotta umfjöllun bara frá allskyns analistum og fengu svona á sig svolítið ímynda þau væru svolítið að innovative í þessu spacei út á kaupin. Þá í rauninni sko fór bara svona sjálfstjórn hópsins, þetta var frábært teymi sem var búið að byggja upp í datamarket sem var þá í rauninni réði sér ekki lengur sjálft og hafði ekki nógu mikið autonomy bara sín verkefni og hvert varan var að fara, trúði kannski ekki alveg á sýnina, kannski aðalega bara vegna þess að það var ekki búið að móta skýra sýnum það hvert var að fara og svo framvegis, þannig að svona mjög fljótt að fór svolítið svona hjartað og sálin úr hópnum og það kom alltaf þessi fólk inn í hópin í staðinn sem kannski fungerði mörgu lítið betur í svona stóru umhverfi og þetta kendi manni svolítið svona sterka leksíu bæði það að hugsa miklu betur integrationina en líka það hvað það er bara öðruvísi, hvað er mikið öðruvísi stór fyrirtæki umhverfið og hvernig það er öðruvísi fólk sem virkar einfaldlega vel í stórum og þungum struktúrum heldur en í litlum og sprækum startupum. Já, var þetta erfitt transition fyrir þig persónulega að fara yfir svona stórt fyrirtæki? Þú ert búin að vera þarna í að byggja upp þín eigin fyrirtæki út af því að oft svona heyrir maður þegar fólk er exita að það er mjög algengt að sko teymið og stofnendurnir fara inn í nýja fyrirtæki eða fylgja fyrirtækinu í einhvern ákveðin tíma. Því að ég held að margir sjá það eitthvað fyrir sér, ok, ég náði exiti og þá bara allt fæði fullt af peningum og þá get ég bara hætt að vinna í þessu. En það er yfirleitt alltaf þannig, mjög oft allavega, að það gerir samningur við allt teymið, stofnendan og alla, að þau fylgi fyrirtækinu allavega x lengi. Er það ekki tilfelli yfirleitt? Er það ekki yfirleitt að stofnendin þurfa að fylgja einhvern tíma og fannst þér það erfitt transition að fara yfir það að vera, þú veist, bara þér persónulega? Sko, mér kannski, já, þú ert klárlega að lýsa sko dýnamík sem að kom upp hjá okkur. Ég reyndar var þarna í sko rúmlega 3 ár á eftir og þó þetta sé kannski sko mest gefandi tími sem að ég hef upplifað svona í vinnu, þá lærði ég alveg svakalega mikið. Þá bara koma inn í svona stórt fyrirtæki, skilja hvernig þau operera, skilja hvernig sölu apparat sem að selja fyrir sko, þegar við fórum $800 million á ári hugbúnað, bara hvernig það virkar alveg frá markaðssetningu í gegnum sölu og svo framvegis. Skilja mörg af vandamálum sem fylgja því að þú bara stýra 400 manna þróunarteymi og svo framvegis. Þetta var ég í rauninni naut mín ágætlega í því að bara læra þetta og skilja þetta og vera út í Boston í rauninni í hringfjöðunni í þessu öllu saman og vera svona ágætlega áberandi millistjórnandi í skráðu fyrirtæki sem síðan fór reyndar í gegnum mjög áhugaverða transition líka með við vorum en þess að fyrirtæki var keypt og tekið af markaði sem var bara MBA-próf á 6 vikum sem var alveg svakalega áhugaverð. En hins vegar sko var ég kannski að mörgu leyti að njóta mín betur þarna heldur en flestir aðrir í teyminu sem var í datamarket þegar að datamarket var selt. Einmitt. En ok, ég ætla að hoppa þá yfir í Grid núna. Ég er ekki búin að fara yfir nema að brota spurningunum sem ég ætla að fara yfir sko, og það fyrir að vera komið klukkutími þarna, en ég ætla að gera að halda þær allt og lengi þarna, þannig að við kannski hoppum aðeins í Grid. Ég ætla aðeins deila nokkrum kommentum, Fablab og Ísafirði var bara að segja virkilega gott viðtal og fræðandi. Frosti Heimisson frábært viðtal við frábæran viðmælandi og frumkvöðul og segir að ESPN vilji fá headsetið tilbaka. En já, þannig að ef við kannski klárum þetta, reynum að halda þessu innan klukkutíma, en förum aðeins yfir í Grid sem er nú fyrirtæki sem út með núna. Segðu okkur aðeins frá því, hvað er það sem Grid gerir og hvað er það búin að leggja starfandi og hvernig er þetta búið að ganga hjá okkur? Já, sko, Grid er í sinni allra einföldustu mynd, þá erum við að endurhugsa það hvernig venjulegt fólk vinnur með tölur og gögn. Og það er ferðalag sem byrjar með töflureiknum vegna þess að það er í töflureiknum sem venjulegt fólk vinnur við tölur og gögn í dag. Þetta kemur svolítið frá því að þegar ég kom inn í Klikk sem var að búa til
einna algengilegasta hugbúnaðinn í þessu svona gagna- og gagnagreiningaspeysi og aftur Tableau og Power BI verðandi hinn 2 tólin, þá fattaði ég að þetta eru samt sem áður mjög mikið power user tól. Það að segja, þetta tekur tiltölulega langan tíma að læra á þau þarft að hafa töluvert svona tæknilegan bakgrunn eða tæknilegan skilning til þess að komast inn í þessi tól og það verður til þess að þeir sem að læra á þau verða svona go-to fólk innan sinna deilda og sinna fyrirtækja og verða þá í rauninni að flöskuhálsi fyrir það að nokkuð sé að gera neitt áhugavert. Þannig að það sem fólkið á gólfinu notar eru töflureiknar og ég fór og kafaði svolítið í það bara hvað þú veist, ég hef náttúrulega þekkt töflureiknar frá því ég fæddist en bara vildi skilja þá betur og fatta þá betur og ég fattaði í rauninni smá saman hvað þetta er mikill kjarni í því bara hvernig bara heimurinn allur eins og stendur á bolnum er rekinn vegna þess að það er í rauninni í töflureiknum sem að fólkið sem er svona að keyra hlutin áfram oft, það var einhver analisti sem ég var að tala um daginn sem talaði sko the edge of the enterprise, fólki sem er svona yst í fyrirtækinu, það nota töflureikna til að gera bara allt, til að bara koma hlutum í verk. Það hefur ekki aðgang að gögnunum og miðlægukerfunum, það hefur ekki aðgang að tólunum, það kann ekki á tólin sem er verið að sko provæta inn í kjarnanum í fyrirtækinu og þess vegna erum við svolítið að þess vegna verður til heilmikið friction á milli þessara svona miðlægu deilda, hvort sem það er bara beinlínis sko stjórnendurnir eða IT-deildin eða viðskiptagreindadeildin eða eitthvað svoleiðis og síðan þeirra sem eru bara að reyna að vinna vinnuna sína þarna úti og geta leyst úr allskyns málum með Excel. Þessi heimsmynd er eitthvað sem við erum svona að reyna að takast á við en við gerum það með því að byrja á því að setja í hendurnar á þeim sem kunna á töflureikna, tól sem gerir það ennþá auðveldara fyrir þá að koma því sem þau eru búin að finna út, hvort sem það er módel sem þau hafa smíðað eða gögn sem þau hafa tekið saman á framfæri. Það er að segja, þú er búin að búa til Excel-skjal, þú ert að búa til skýrslu ofan á það eða kynningu ofan á það eða eitthvað svoleiðis og því fylgir allskyns vandamál, sérstaklega þú þarf að gera skýrsluna endurtekið og oft yfir tíma og við erum byrjun að ráðast á þessi vandamál, hugmyndin er að reyna að vinna yfir hug og hjörtu þeirra sem þurfa reglulega að kynna eitthvað sem þau hafa gert í töflureiknum og vinna okkur þannig inn í rauninni í fyrirtækin, fara síðan að snúa okkur við og leysa úr stærri vandamálum í því hvernig gögn flæða innan fyrirtækina en þá erum við að tala kannski 2-3 ár fram í tíman. Þannig að svona til þess að skipa þessu langa filosófiska intro og segja bara hvað Grid varan gerir í dag, þá er rauninni tól fyrir fólk til að byggja kynningar og til að byggja fallega interaktívar kynningar og skýrslur ofan á gögn sem hafa verið tekin saman í töflureikni. Frábært. Og hvenær fóruð það stað og hvað eru þið komið langt með þetta? Það er eiginlega akkurat 2 ár síðan fórum að stað. Það voru 2 sem að settust niður 1. september 2018. Það var heilmikil vinna sem hafði farið hjá mér að skoða markaðinn og svona átta mig á tækifærunum þar á undan, þannig að við vissum nokkuð vel hvað við vorum að fara að gera. En síðan hefur þetta gengið ótrúlega hratt síðan og mjög mikið bara í takti við það sem við lögðum upp með að byggja. Við sem förum að stað þarna í september 2018, í október þá fáum við inn $1 milljón í svona englafjármögnun frá fólki sem að ég hefði unnið með áður, það var allt saman fólk sem ég hefði unnið með áður og ég hefði viljandi sko marga með litlar upphæðir, ég vildi ekki fá svona sterkan leiðandi fjárfesti inn til að byrja með. Byggjum hóp, stækkum upp í einhver 6-7 manns, heilmikil áhuga á því sem við erum að gera, fólk einhvern veginn átta sig á því að töflureiknar og svona productivity tól séu kannski þessi komið að því að gera eitthvað áhugavert með þau, þannig að við fáum heilmikinn svona inbound áhuga frá viðbótarfjárfestum, stöndum í rauninni frammi fyrir því í janúar 2019, geta valið á milli nokkur að fjárfesta með það taka næstu skref, tökum við $3,5 milljón í viðbót sem hefur leitt af sjóði í Þýskalandi sem heitir Blue Yard, byggjum hópinn síðan upp í 13-14 manns, förum síðan inn í þetta ár í rauninni með þau plön að í rauninni þetta ár fari í það að undirbúa vöruna til þess að koma inn á markað og að sækja pening í það að uppfylla þessa sýn og koma vöruna á markað snemma á 2021. Og svona af því að við erum að renna út á tíma þá svona stuttumáli þá hefur það gengið eftir en hins vegar var sagan í rauninni miklu flóknari og áhugaverðari út af því að COVID kikkaði inn í akkurat á sama tíma við vorum að byrja fjármögnunarferlið. Já.
Þetta búið að vera heljarinnar mikill hraði á þessu, 2 árin og ekki almennt sér langur tími, en þeir eru komin ansi langt með þetta og búin að byggja upp gott teymi, komið fjárfest og allt saman, þannig að það bara frábært að heyra. Hefur þú tíma fyrir 1 eða 2 spurningar hérna frá þeim sem eru að hlusta á? Endilega bara. Ok. Sigmundur Halldórsson segir, Ísland gott land fyrir hátækniþróun á borð við það sem Grid að vinna með, starfsfólk, samfélag, aðstæður og framvegis? Já, sko ég flutti frá Boston sem á sennilega hverjum einasta topp 10 lista yfir borgir í heiminum til að starta fyrirtækjum til Reykjavíkur sem ég hef ekki ennþá séð á neinu slíka lista til þess að stofna Grid. Og ástæðan var svo að fyrir mig Ísland gott samfélag og gott umhverfi með starfsfólk sem ég þekkti til. Ég vissi í svona cirka bát hverja ég geti hnift í til að fá með mér í þetta og vissi að það væri fólk sem geti púlað það sem við vildum gera. Hér náttúrulega með sterkt samfélagslegt net í kringum mig, bæði fjölskyldu og vini og svo framvegis og í rauninni þekki umhverfið alveg inn út. Þannig að fyrir mig, fyrir það sem við vorum að gera sérstaklega allra fyrstu skrefin, svona fyrstu nokkur árin, þá Ísland frábært umhverfi fyrir okkur. Það eins og almennt sennilega svona umhverfi í meðallagi ef við horfum á heiminn alla. Já, ég hef líka sjálfur varðið það að það oft mjög erfitt að finna einmitt mjög sérhæft fólk, sko. Íslandingar eru oft mjög góðir í mörgum hlutum, en eins og þú sagðir þegar þú fórst út, þá fannstu þarna aðalega sem voru mjög sérhæfðir. En akkurat á þeim punkti, á fyrstu metrunum, þá viltu fá með þér fólk sem getur gert rosalega margt. Síðan þegar fyrirtæki vex, það þá sem þú vilt fara í dýpri sérhæfingu og þá kannski ekki meins auðugan garða gressi á Íslandi. Já. Hann Guðmundur spurningu. Hvað finnst þér vera erfiðast að stofna og reka fyrirtæki og hvað gerir til að yfirstíga það? Sko, ég hugsa alltaf vinnuna mína út frá 3 þáttum. Það í rauninni að þessi 3 hlutir sem að stofnandi og framkvæmdastjóri í svona sprotafyrirtæki á að vera að hugsa Það í rauninni að keyra áfram sýnina, drive the vision á ensku. Það að byggja upp og hlúa að teyminu, nurture the team og síðan að peningurinn klárist aldrei, never run out of money. Og þetta eru svona þessi 3 hlutir sem að ég reyni alltaf að rúlla í gegnum og tjekka af hvort það sé í lagi. Er sýnin nógu skýr? Er ég búin að tala nógu mikið hann? Er ég sannfærður að allir hafi sameiginlega skilning á sýninu og svo framvegis? Hópurinn sá rétti og hefur hann allt sem hann þarf? Og síðan erum við með nógan pening og erum við að örugglega á leiðinni í tekjusköpun til þess að gera þetta. Ég held ég ætla að leyfa mér að svara þessu með tvennu. Ég ætla annars vegar að segja að það erfiðasta að koma viðskiptunum sjálfum á stað, allavega fyrir mig. Það að segja, ég kann að byggja vöru, ég skil tæknina, ég skil orðið heilmikið hvernig viðskiptamódelin virka og svo framvegis, en að koma svona einhvern veginn vélinni, koma þessum endurteknu viðskiptum þar sem þú getur verið að nota sömu playbookina aftur og aftur til að selja sama hlutinn aftur og aftur til samskonar viðskiptavina, erfiðasti parturinn af ferlinu. Hins vegar, þá gerist ekki, þú kemst ekki þangað nema þið tekist að búa til velfungerandi teymi og það hitt sem að kannski stundum fer ekki nógu mikil athygli í, það bara hvernig setur maður saman teymið og hvernig síðan passa maður upp á að teymið sé að fungera vel saman og koma því í verk sem á að gera. Þannig ég myndi segja að þetta væri svona þessi 2 hlutir. Ok. Mér sýnist að Alexander bara verið með tillögu nýju slagorði fyrir ykkur. Grid for people on the edge. Þetta nokkuð gott. Og hann Frost að velta fyrir sig hvort það skarist eitthvað á viðskiptamódel Grid við klikk. Hvort það hafi verið eitthvað skilir annars slíkt sem varst bundin þar eða hvort það sé eitthvað skörun þar á. Sko það var fyrri hluta spurningarnar svara svona cirka bara nei, seinni hlutan já, það að segja, jú, það voru samkeppnisskilyrði þarna, bæði var það mátti ekki taka til sín fólk sem var að starfa hjá Klikk og mátti ekki nálgast viðskiptavinni og það mátti ekki starfa beint hjá samkeppnisaðila fyrsta árið eftir starfslökin. Það náttúrulega löngu liðið. Hitt síðan það að Klikk aftur svona power user vara á viðskiptagreindarmarkaði. Við erum svona meira, við erum alveg leveli fyrir neðan og erum meira að einbytta okkur að bara öðrum markhópi með mörgulítið aðra þarfir. Þannig að ég hugsa það væri stretch hjá einhverjum eins og Klikk að skilgreina Grid sem samkeppnisaðila allavega fyrir en kannski mögulega eftir 4-5 ár.
Ok, glæsilegt, herru, þá held ég að það sé búin lokin. Mér langaði að taka eina spurningu í lokin, bara eina snögga. Fyrir frumkvöðlarna úti sem að spáði að fara í fyrirtækjarekstur, hvaða ráð myndirðu gefa? Ef mætti gefa eitt gott ráð, hvað væri það? Það teymið. Hugsaðu bara hverja þú ætlar að fá með þér, hvernig þú ætlar að læna hópinn, passa að allir hafi sömu sýnina. Líka passa það, ekki bara sýnina það hvað þið ætlar að gera, heldur af hverju eru að þessu. Það það sem gleymist mjög oft. Fólk verður kannski ástfangið af einhverju hugmynd og að þú búa til einhverja vöru eða eitthvað, en kemst síðan að því seinna, það ekkert alveg sammála hvert það vilja fara. Sumir vilja bara verða ríkir og aðrir vilja verða frægir og aðrir vilja takast á við erfið verkefni. Síðan hópur af fólki sem vil kannski bara vinna skemmtilegum verkefnum í skemmtilegum hópi og það vantar oft rosalega mikið alignment í þessu og það svona langalgengstu vandamálin sem maður sér að það verði einhvers konar árekstrar í stofnendahópnum vegna þess að það var í rauninni ekki búin að leggja nógu mikla vinnu í að samræma sýnina á öllum levelum þegar farið var á stað. Þetta voru heldur bara flottur loka punktur þarna. Hjálmar, ég þakka þér alveg kærlega fyrir að taka þér tíma til þess að spjalla við mig og deila þessari frumkvöðlasögunni með fólkinu og ég verð aftur bara strax aftur á morgun klukkan 10 með aðra útsendingu þar sem við munum aðeins fara yfir í nýsköpunarvikuna og fjallum hvað í gangi þar en annars bara þakka ég öllum fyrir og við sjáumst bara síðar. Takk.